Heill og sæll, kæri hlustandi og vertu velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í þætti dagsins þá ræði ég við hana Hildur Hrönn Guðmundsdóttur sem sérnámslæknir í heimilislækningum. Hún starfar á heilsugæslunni á Akureyri og brennur fyrir fyrirbyggjandi læknisfræði og lýðheilsu og hefur sérstakan áhuga á heilsulækna og heilbrigðisstarfsfólks almennt. Í þættinum þá segir hún okkur meðal annars frá því hvernig hugmynd hennar að rannsóknarverkefninu í sérnáminu sínu kviknaði, en það að innleiða heilsueflandi vinnustað á heilsugæslunni með það markmið að reyna að draga úr kulnun starfsfólks, auka hamingju og vellíðan á vinnustaðnum. Og þetta svolítið í takt við það sem við erum búin að ræða í síðustu þáttum, að við séum öll einhvern veginn á hamstrahjólinu og einhvern veginn hvað kulnun orðin því miður algeng. En Hilda hvetur alla til þess að taka þátt í þessari heilsueflandi vegferð og skoða heilsueflandi vinnustað, hvort að þinn vinnustaður getur orðið það. Því að saman þá getum við breytt menningu og viðhorfi í heilbrigðiskerfinu og byggt upp heilsusamlegra umhverfi fyrir okkur öll. Hlaðvarp eins og þetta væri ekki mögulegt án góðra samstarfsaðila og nú standa yfir heilsu- og lífstílsdagar í Nettó og þið skuli ekki láta þá framhjá ykkur fara, en það hægt að gera frábær kaup á gæðavörum, bæði með því að nota appið og safna inneign, en auk app dagatalsins sem í gangi, þá verða 3000 lífstíls- og heilsuvörur með alltaf 25% afslætti frá 30. janúar til 9. febrúar. Þannig að kíkja á netto.is til þess að kynna ykkur heilsudagana betur og skoða tilboð dagsins. Það mikið af vörum frá heilsuhillunni á góðu verði, eins og til dæmis Nutrileng, Better You, munnúðarnir sem ég hef oft rætt Biokult, góðgerlarnir, New Nordic vörurnar og Digest vörurnar frá Enzymedica sem hafa hjálpað mörgum einstaklingum að öðlast betri lífsgæði. Ég get svo ekki mælt meira með Virkja markþjálfunarskóla. Ég byrjuð í þessu námi og ég alveg heilluð. Þið getið fundið allar upplýsingar námið þeirra á virkja.is og ég hveti til þess að bóka fría 20 mínútna kynningu á náminu til þess að kynnast þessu ennþá betur og kynnast þessum töfrum sem markþjálfun hjá Virkja Svo það spíran og á hverjum degi eru réttir dagsins sem eru mismunandi eftir vikudögum og svo eru alltaf hinir sígildu réttir sem í boði alla daga. Spíran opin mánudaga til föstudaga frá 11 til 8 og laugardaga og sunnudaga frá 10:30 til 5. Og þið getið panta borð á spiran.is. Gestur minn í dag hún Hilda Hrönn Guðmundsdóttir sem sérnámslæknir í heimilislækningum og hún brennur fyrir fyrirbyggjandi læknisfræði og lýðheilsu. Hún hélt erindi í gær á læknadögum og býr á Akureyri og ég var tilvæli að grípa hana hérna meðan hún var í bænum. Vertu velkomin. Takk fyrir. Kannski bara byrja að spyrja fyrst, hvaðan kemur þessi brennandi áhugi á heilsu? Kannski byrja þar og svo getur þú sagt okkur frá erindinu þínu. Já, það eitthvað sem að þróaðist bara í gegnum læknadeild. Að ég fann að ég sogaðist alltaf að öllu sem að hét fyrirbyggjandi læknisfræði og lýðheilsa. Að stuðla frekar að heilsu og heilbrigði og bara hamingju í lífinu. Þannig að ég hef alltaf verið þeim megin frekar en á hinum endanum þar sem maður að slökkva eldana. Sem samt mjög mikilvægt líka. En já, það svona, það sem áhugin kemur. Og getur þú kannski aðeins sagt okkur svona smá frá þér? Já, ég ég lærði læknisfræðina við Háskóla Íslands og tók kandidatsára hluta á Siglufirði og ég heillaðist bara að Norðurlandi. Mér fannst það svo fallegt og gaf mér einhver orku. Þannig að í framhaldi af því sótti ég sérnám í heimilislækningum þar við Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Já. Þannig að ég starfa núna á heilsugæslunni á Akureyri og búin að vera þar síðustu 4 ár. Sko ég svo ótrúlega forvitin að því að það sem þú ert að tala þetta svo í línu við það sem að ég brenn fyrir líka. Þannig ég svo spennt að heyra eins hvað þú
varst að flytja fyrir læknana í gær Já, á ráðstefnunni. einmitt. Ég sem sagt var að tala um málstofu sem að heitir Það er gaman að vera læknir. Og þessi voru 5 læknar sem að töluðum svona frá mismunandi sjónarhornum það efni, meðal annars Steinunn, formaður Læknafélags Íslands og Ólafur Þór, geðlæknir hjá Streituskólanum. Sem mitt verið hér við Já, og þetta málþing bara fór fram úr okkar björtustu vonum. Það var bara tróðfullu salur og svo gaman að taka þátt í svona uppbyggilegu erindi. Og við vorum öll sammála bara hvaða gaman að vera læknir og við eigum það flest sameiginlegt að hafa bara mikinn áhuga á fólki. Það er svona það sem drífur okkur áfram og að hjálpa og eiga samskipti og sömuleiðis erum við líka algjöru nördar. Hvernig þá? Elskum bara að liggja í fræðibókum og lesum líkamann og sjúkdóma og hvernig hægt að lækna þá. Þannig að við erum svolítið eins flest. Við svona komumst að niðurstöðu það við hann inni í salnum. Og svo talaði Ólafur Þór í sínu fyrirlestri köllunina sem við höfum öll, svona flest. Veist, það er eitthvað sem drífur okkur áfram. En að það er svo fín lína á milli köllunar og kulnunar. Af því að við erum svona flest mjög áhugasöm okkar fag og finnst þetta skemmtilegt, að það eigum það til að ganga á okkar heilsu. Við sættum okkur við óviðandi starfsaðstæður og undirmönnun og erum oft í vinnunni lengur án þess að fá borgað og það er einhvern veginn svona þessi köllun sem drífur okkur áfram. Þannig að það skapast mikil umræði þetta, þessa línu. Og ég fekk þarna tækifæri til að segja frá verkefni sem að ég er með í gangi á Heilsugæslunni á Akureyri. Og það var nú eiginlega ástæðan fyrir ég þekkti fyrst hingað. Við heyrðumst nú bara í haust. Já, fyrir mörgum mánuðum, sko. Og þá var þetta bara rétt að byrja, en ég hef nefnilega sérstakann áhuga á heilsulækna og heilbrigðisstarfsfólks bara almennt. Og ég fekk þarna tækifæri til að segja frá því að við erum að innleiða á Heilsugæslunni á Akureyri heilsueflandi vinnustað. Með það að markmiði að reyna að draga úr kulnun starfsfólks, auka hamingju og vellíðan á vinnustaðnum. Af því að nú hefur verið mikið umræðinni bara hversu mikið álag er alltaf á okkur og kerfinu og það er verið að tala það skortur á læknum. Það vantar til dæmis 200 heimilislækna á landinu og alla sérgreinar í rauninni. Og það er mjög gott að fólki í landinu viti hvernig staðan er og sérstaklega stjórnmálumenn. Og það er búið að vera hátt umræðinni svona í kjaraviðræðum okkar nýlega. En svona í mínum huga núna og okkar allra sem vorum hann í gær, þá finnum við að það er komin tími til að fara að tala um uppbygginguna. Þú veist, já, þetta er staðan og hvað ætlum við að gera? Þannig að nú erum við farin að tala meir um lausnir sem stuðla meir í vellíðan og geta gert kerfið að aðlaðandi vinnustað og ég hef bara svo miklu trú á því að heilsueflandi vinnustaður sé framtíðin. Því við verjum svo miklum tíma þar. Og hvað er heilsueflandi vinnustað? Það er nefnilega spurning dagsins. Og heilsueflandi vinnustað er eitthvað sem ég rakst á þegar svona smá forsaga að fyrir ári síðan þá var bara mjög slæm stað á Heilsugæslunni á Akureyri. Það kom í fjölmiðlum og bara eldgamalt myglað húsnæði, komið til ára sinna, við vorum mjög undirmönnuð og álagið var það slæmt að 3 læknar hættu. Fastráðnir heimilislæknar sem bara var rosalegu skellur. Ón í allt þetta. Þannig að við sem eftir vorum hugsaðum bara hvað er að fara að gerast. Guð minn góður. Og þannig erum við 12 læknar í sérnámi við þessa stöð og við vorum búin að mynda svo góðan hóp og vináttu og bara við gátum ekki hugsa okkur að allt myndi bara splundrast. Svo þá hugsuðum við, hvað eigum að gera? Og þannig vorum við 2 sérnámslæknar, ég og Íris Þengilsdóttir, sem vorum búin að ákveða að gera rannsókn saman eða gæðaverkefni. Er það hluti af náminu? Já. Og þá hugsuðum við, er eitthvað sem við getum gert til þess að auka vellíðan í vinnunni? Er eitthvað svona heilsueflandi sem við getum gert? Þannig að við viljum vera hérna áfram. Akkurat. Og við fórum bara að googla, bara velja henni vinnu, starfsánægja, svo framvegis og heilsuefling, öll þessi lykil orð.
og þá duttum við inn á heimasíðuna heilsueflandi.is sem eitthvað sem ég hafði bara aldrei séð áður. Nei, maður oft heyrt sko heilsueflandi sko skóla, en ég hef ekki heyrt vinnustað. Nei. Sem ótrúlega skrítið. Einmitt. Og ég bara sökti mér onni í þessa heimasíðu og komst það að því að það bara tilbúin pakki, heilsueflandi pakki sem vinnustæðir geta innleitt hjá sér. Og þetta sko ekkert slór, þetta þróað af embætti landlæknis, virk og vinnueftirlitinu. Okay. Þannig að þetta eru þessar kanónu stofnanir sem eru búnar að leggja púður og metnaði í að þróa þetta og þetta allt byggt á rannsóknum streitu og kulnun og hvað hægt að gera til að fyrirbyggja það. Hvað dettur þér í hug að sé, af hverju sé ástæðan fyrir því að það sé ekki fleira að nýta sér þetta? Þetta tiltölulega nýtt. Þetta komst að lækna 2021 og bara í mikilli þróun og ég meitt bara í nánu samtali við þau sem að bjuggu þetta til. Og síðast bara í gær, þá vorum við að tala þetta og þeim fannst bara svo frábært að við séum að nýta þetta á heilsugæslunni fyrir norðan. Þannig að ég held að þau voru að tala að fara meiri herferð í haust að auglýsa. En ég held bara að þetta hefur ekki farið hátt, sko. Það þarf meiri markasetningu og bara umtal og þess vegna ég mitt líka hér. Ég bara að segja hæ, þetta til og allir stjórnendur bara sperrið eyrun. Já, sko nú sitjum við hérna inn í menntaskólanum við Hamrahlíð og við sko, þegar ég byrjaði að kenna innan 2019, þá man ég sko, þegar ég gekk inn andrið í fyrsta skipti, þá tók ég eftir plakati sem stóð heilsueflandi framhaldsskóli og ég bara sagði bara, wow, heyrðu töff. Og þá eru bara ákveðnir sko, eitthvað sem maður þarf að uppfylla á hverju ári til þess að mega áfram sem sagt kalla sig heilsueflandi framhaldsskóli. Það ekki bara eins þá með vinnustæðina? Þú þarft að tekja ákveðin box og ár eftir ár. Það þýr ekki bara að tekja einu sinni og aldrei fylgst með því aftur á hverju ári. Og þau voru að tala það í gær að þau langar til þess að þetta verði hluti af því að vera stofnun ársins. Að þú sért heilsueflandi vinnustæðir. Það mjög góð hugmynd. Og það væri með flott að vera með eitthvað svona stjörnukerfi, bara þessi vinnustæði tekir þetta box, bara búm, þú veist. Þá veistu það að þú sækir vinnu, hér verið að huga heilsu starfsmanna. Hvað innleitu þið svona fyrst hjá ykkur til þess að byrja? Sko það sem gerist þegar maður sækir þetta tól, að þá færði aðgang að 8 gátlistum sem þurfa að vera í lagi til þess að vinnustæðurinn sé heilsueflandi. Og það fyrsta sem við gerðum hjá okkur var að taka stöðuna, bara hvar stöndum við á öllum þessum 8 gátlistum. Og sko það var hræðilegt. Þetta var bara, þetta var skelfilegt. Við vorum enga megin heilsueflandi vinnustæður. Og samt heilbrigðisstofnun. Já, og það er það sem ég hef oft hugsað. Þú veist, það er svo kaldhæðnislegt að heilbrigðisstofnanir séu ekki uppfylla. Mér finnst að það að byrja. Og er það rétt að þið eru fyrsta heilbrigðisstofnun sem uppfyllir þetta? Sko við erum kannski svona hvað virkust í þessu núna. En mér skilst að sko Landspítalans í Búnasækjum og HSU, sem sagt Suðurlands, þannig að það er einhver áhugi svona að byrja. En sko mín sýn núna bara nú fer boltaninn að rúlla og við gerum þetta bara saman. Þannig að hvað var það fyrsta sem þið innleitið? Já, svo ég renni bara stuttlega yfir hvað þetta snýst. Endilega, já. Þá fyrsti gátlistinn snýra stjórnarháttum, bara að þeir styðji við heilsueflingu og það bara grundvöllurinn að þetta takist. Þannig ef það er einhverju stjórnendur fyrirtækja að hlusta núna, þá þetta tækifæri til að skoða þetta nánar af því að þau gefa grænu ljósin. Bara let's go. Og það getur verið hvernig vinnustæðir sem Já. Fjölmennur, fámennur, bara allir vinnustæðir og það var svo dásalegt sko þegar við kynntum þessa hugmynd fyrir stjórn HSN, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, að þau tóku þessu svo fagnandi. Bara já, bara takk, þetta æðislegt. Og við fengum, og þess vegna gekk þetta svona hratt, það ekki lengur en ár síðan, sko. Og höfum fengið mikinn stuðning og þannig að það byrjar á því að maður stofna stýrihóp. Þannig að það ég og Íris og 2 læknar, Hildur, mannauðstjóri og Inga Lára sem yfir hjúkrunarfræðingur. Þannig að við hittust bara reglulega
förum yfir bara hvern lista fyrir sig og svona vinnum á þetta, hægt og rólega. Númer 2 snýra starfsháttum sem þýðir bara svona megin inntakið að fólk upplifi stuðning í vinnunni. Ok, já, það mjög mikilvægt. Já, að það fái reglulega starfsmannaviðtöl og Tóli talar fyrir því að það sé til skýrt verklag ef fólk finnur fyrir streitueinkennum eða álagi. Bara ok, ég veit hvert ég á að leita og hvað gerist í framhaldi. Það sé bara tilbúið öryggisnet. Okay. Og þetta höfum við svolítið verið að vinna í að það sé mjög skýrt. Þannig að maður geti sjálfur bara ok, vá, nú finn ég okkur línu, ég þarf aðstoð. Að þá veit ég hvert ég leita og þá veit ég að kannski fæ ég þá viðtal við heimilislækni, geðlækni, sálfræðing, hvað sem og yfirmann til þess að draga úr álagi. Þannig að við erum að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Og svo númer 3, það snýr bara að vinna umhverfinu. Og þarna talaði við vorum náttúrulega í hræðilegu húsnæði og bara, þú veist, að vera inn í þannig rými á heilbrigðisstofnun, það passar ekki saman. Og akkurát á þessum tímapunkti, þá vorum við að flytja yfir í splunkunýtt húsnæði. Okay. Sem staðsett í Sunnuhlíð á Akureyri. Og vá, því líkum munur. Og ég svo ánægð að hvað arkitekturinn sko fallegur. Þú veist, það var svo mikið hugað á fagurfræði sem ekki gefið í opinberri stofnun. Nei. Þannig að í Tólinu talaði mikilvægi þess að sé góð hljóðvist, loftun og lýsing og fegurð. Að það sé næðisrými fyrir starfsfólk sem getur kúplað sig aðeins út og öryggi. Þú veist að eins og við sem að heimilislæknar sem erum á stofum ein með fólki, við getum lent í óþægilegum aðstæðum en hjá okkur eru núna öryggisnappar undir borðanum þannig að við bara dusch og þá kemur einhver innan hún strax. Okay. Bara vita af þeim, þá maður miklu öruggari. Veist, og eins að hafa hækkanleg borð og mismandi vinnustellingar og þannig að starfsumhverfið skipt svo miklu máli. Og í andirinu hjá okkur í móttökunni þá heill veggur sem bara Goðafoss. Þú veist, þannig að þegar þú lappar hann inn, þú upplifir bara, vá, hér náttúra og við með plöntur og svona viðarpanel á veggjónum. Þannig að þetta bara ólýsanlegt hvað mikil áhrif þetta hefur á líðan í vinnunni. Svo erum við með nuddstól. Já, við varum með að fá einn á kaffistofunni hérna í MH. Yes! Það skiptir máli þessi litlu, stóru hlutir, sko. Og listin númer 4 snýra mataræði. Og við höfum alveg svona tekið það í gegn sérstaklega millimál. Það var bara keks í boði. Ég bara, heyrðu, við erum hérna heilsugæsla. Setta ávaxtaskál. Þetta gengur ekki, já. Og þá fengum við mataræðan okkar Halldóru til liðs við okkur. Og það svo mikilvægt í Tólinu að virkja alla stéttir. Já. Taka þátt. Af því þá hún með ábyrgðina að kaupa holt inn og hún geggjuð í því. Hún bara með fullt af ávöxtum og skyr og hleðslu og fókus á sódavatn og vatn í staðin fyrir gos og við erum ekki með orkudrykki. Vel gert. Og svo næsti, sko, það númer 5 og það umhverfisvernd. Já. Bara það sem gott fyrir umhverfið gott fyrir okkur. Og við vorum nú þegar þáttakendur í grænum skrefum sem að margir vinnustæðir eru. Þannig við höldum því áfram. Og það eitt dæmi verkefni sem svolítið eins og heilsueflandi vinnustæðverkefni. Það grænfána endan. Já. Þannig að það ætti að vera svona vottun sem þú færið, sko. Þið bara búið til fána. Já, búið til fána. Stofnarnir geta flagga þegar þið komið heilsueflandi vinnustæð. Er það ekki? Yes, jú. Það er mikið stolt að geta flagga þegar maður er komið. Og í svona því samengi við matinn og svoleiðis að það sjötti listin sko vímuefnalaus vinnustæður. Já, vá, geggjað. Já, og vissulega, þú veist, við erum ekki að drekka eða reykja í vinnunni en það þó einhverjir ennþá að nota svona einhvern púða á svona. Þannig að bara tala það, þú veist, að það heldur ekki gott og að gjafir til starfsmanna séu heilsueflandi. Því það oft gefna gjafir, þú veist, áfengi og slíkt og að reyna að hugsa út úr bóksið getur við gefið eitthvað heilsueflandi í staðinn. Þannig að það mjög flott.
flott, sko. Og svo kemur sko aðalistin minn, númer 7, sem hreyfing og útivera. Já. Ég veit að þú mun tengja við það. Já, einmitt. Já. Og tólið, það tala fyrir því að það er bara mikilvægt að vinnustæðurinn hveti til hreyfingar. Bæði innan vinnudags og utan. Og bara tala svolítið hátt það, bara við viljum að þið hreyfið ykkur og við viljum að þið taki pásu í miðjum vinnudegi. Akkurat. Aðeins til að anda og það er líka byggt á rannsóknum. Já, þetta er ekki bara úr lausu lofti gripið. Því að það myndast oft vinnustæða menning. Já. Og ef yfirmaðurinn ákveður að taka ekki hádegishlé, þá gera kannski hinir það ekki heldur. En ef að sá sem að yfir sýnir frumkvæði að hreyfa sig kannski hálftíma hádeginu, þá er líklega aðri gera það ekki. Heldur betur og við sáum það. Og ég er nefnilega svo ána með hvað við gerðum þarna og við eiginlega byrjuðum þarna af því að okkur fannst þetta vera mikilvægt. Þannig að við byrjuðum með að hafa hreyfingu 2 í viku í hálftíma, mánudögum, miðvikudögum og frá febrúar til júní í fyrra þá vorum við með jóga á þessum tíma. Af því það er dansalur í sama húsi, dansskóli. Já, fullkomið. Þannig að við fengum bara aðgang að salnum og jógakennara til að koma. Og var góð mæting? Var fólk að nýta sér? Já, það voru svona meðaltali kannski 10-15 svona sem komu fast. Þetta er vissulega stór vinnustæður, þannig að það er kannski ekki, þú veist, maður hefði alveg vilja fleiri og var svona sveiflukend mæting og svolítið háði að ég peppaði liði. Þannig að, en sko, það sem var samt svo gott var að prófa að brjóta normið. Bara við erum heilsugæsluður með jóga og þegar við fengum nýtt starfsfólk bara já, ertu búin að fara í jóga? Þú veist, fólk bara, og þetta er eitthvað sem við erum með í mótun og við gerðum þetta aftur í haust, við tókum pásu við sumari, gerðum annað í staðinn sem ég ætla að segja frá, en svo gerðum við þetta aftur í haust og sko, fólk sem nýtti sér þetta, það elskar þetta. Já. En við tókum samt ákvörðun að pása það núna af því að við viljum meiri þáttöku og ætlum að gera smá nýja hlut á þess ári. Kem að því. En sko yfir sumarið þá fengum við 15 læknanema til okkar. Vá! Ógeðslega gaman. Og þá hugsaðum við, ok, núna erum við bara í sumri og við ætlum að nýta góða veðrið, þannig að við dreifum bara alla út og sem sagt buðum þá upp á að fara í körfubolta og fótbolta og það var hlaupahópur og gönguhópur. Þið fengu sumarið fyrir norðan. Við fengum það og það er nefnilega svona skólendi rétt hjá, þannig að það er bara 15 mínútna hringur að fara inn í skóginn og tilbaka. Þannig að við gerðum það og það er eiginlega magna hvað það gerir, en líka bara fyrir sko móralinn að fara saman og tala eitthvað annað. Já, maður spjallar öðru sér göngutúr, það er bara þannig. Og það var líka svo gott fyrir læknanemanna, þú veist, að geta farið með okkur og ef það var eitthvað sem við vildi spyrja þú veist, bara stundu nýttu við tækifæri þarna, en stundu líka bara með eitthvað allt annað. Og það var svo mikil ánægja með þetta að ég get bara eiginlega ekki lýst í það einhvern veginn svona, bara lyftist allt upp, þú veist, og þau voru bara vá, má ég fara bara í fótbolta? Ég hef ekki farið í fótbolta í 10 ár, sko, allt í hennu núna mánudag í vinnunni, þú veist. Þannig að það er módel sem að, form sem að virkaði og maður bara heldur í það sem gott er og svo er hitt bara áfram í mótun. Já. Og hvað er svo þetta spennandi sem er núna? Já, 25, núna við ætlum að fara í það að búa til hreyfi dagatal fyrir 2025 og hafa svona meira árstíðabundna hreyfingu, taka kannski bara mánuð í eins og lífslaupi sem er að byrja og svolítið hefja það á loft, bara sem nýta allt þetta samfélagslega sem er í gangi. Já, peppum allir sem taka þátt í lífslaupi, bara allir sem er að hlusta. Þegar þessi þáttu fyrir lofti þá er það alveg að fara að byrja 5. febrúar, passa það ekki. Og þá getum við freka tekið eins og hjóla í vinnuna líka, það kemur seinna árinu og svo er getum við þá freka tekið sko jógamánuð, bara intense jógamánuð hér. Sniðið. Já, þannig að við fáum sko meiri mætingu á
á styttra tímbili og þá veit fólk alltaf hvað í vændum og svona þannig sem var rosa vel Gekja. Er einn listi eftir? Það einn listi eftir og hann nú ekki síst mikilvæg það snýr að veljan í vinnu veljan starfsfólks heitir hann og grunnurinn í því að fólk upplifi öryggi umburðarlyndi og virðingu á vinnustað það bara forsenda þess að líða vel og annað að það tilheyri hópi og það, þú veist, sé allir virki þáttakendur á vinnustaðnum. Félagslega heilsan. Já, félagslega heilsan. Og akkurat á sama tíma við vorum að byrja að innlega þetta heilsueflandi verkefni, þá fór annar stýrihópur af stað, stýrihópur teymisvinnu. Fór að hugsa út fyrir kassan, bara hvernig getum við innleitt teymisvinnu á heilsugæslu. Þannig að það var sérverkefni sem svona fléttaðist svo fallega inn í þetta og í rauninni bara dettur alveg undir þennan lista veljan starfsfólks. Og það stýrihópur sem að fekk svona teymisþjálfara til að koma og var með vinnustofu fyrir alla á vinnustaðnum og kynnti hugmyndafræðina, bara hvað þýðir það að vera teymisvinna og hvernig getum við innleitt hann á heilsugæslu. Og sérstaklega eins og bara heimilislæknar og við sem erum sérnámslæknar, við erum svo vön að vera bara okkar stofu. Maður verður svolítið smá svona einyrki. Já. Og vantar svona þetta samtal við fleiri stjættir og bara getum við útdeilt verkefnum og gert hlutina skilvirkari. Og það er náttúrulega mikil umræð það í stjórnmálunum núna, þú veist, áhersla á teymisvinnu af því að við verðum að hámarka nýtingu hverja stjættar. Akkurat. Og þannig við séum öll að sinna réttum hlutverkum. Og þessi teymisþjálfari, hún var æðisleg því að hún svona sagði bara lagði mesta áherslu á sálfélagslega þáttinn. Að ef að þið líður ekki vel í teymi, það skiptir ekki máli hversu flotta verkferla þú ert með, að þá gengur þetta ekki upp. Þannig að vinnustofan snerist mest það að vinna í samskiptum og við gerum samskiptasáttmála. Bara allir voru samhuga með hvað við viljum, hvað menningu. Rosa fallegt allt saman og manni leið svona smá eins og við værum í svona leiklistar vinnustofu. Þú veist, bara tala frá hjartanu og rósa hvert öðru og svona hvað gildi við ætlum að hafa. Og þetta orðið bara formlegt plagg, þessi samskiptasáttmáli. Þannig að við höfum svo sterkan grunn til að byggja á. Æðislega. Og hópurinn, sem teymishópurinn, þau hafa skýrt þessa hugmyndafræði HAG-módelið. Þessa teymisvinnu og heilsugæslu. HAG, heilsugæslu. Já. Nei, HAG heilsugæsla á Akureyri. Já. Og maður finnur strax áhuga annara heilsugæslustöðu að bara heyra af þessu og hvort það sé hægt að innleiða þetta á fleiri staði sem ég mæli heilsuga með það því að félagslega heilsan að hittast á hverju morgni og maður hlakka til að hittast í sínu teymi, þetta eru 4 teymi á stöðunni, gulur, rauður, grænn og blár og við hittast hverju morgna í 10 mínútur, förum yfir teymisvegg, svo kallaðan, bara verkefni dagsins, svo alltaf tími fyrir smá sprell og svo byrjum við að vinna. Þessi dásan. Bæði hvað mikilvægt, hvað dýrmætt ef öllu myndi hlakka til að mæti vinna. Já, það er það. Og það er líka, ef maður mætir ekki, þá er alltaf einhver sem tekur eftir í, þú veist. Já, einmitt. Og er alltaf lægi, þú veist, ertu veik eða, þú veist, svona meira verið að tjekka á manni, Akkurat, já. Hvað það ekki. Já. En þú sagði líka áður við byrjum að taka upp að það hefði verið svo mikil viðbrögð við erindinu þinn í gær. Já. Ef við hoppum aðeins þangað. Og þá varst að segja frá þessu módeli. Já, einmitt. Og hvað þið hafa verið að gera. Já. Voru bara margir sem bara, vá, ég vil fara innlega þetta hjá mér. Já. Mjög margir sem nálgast með eftir fyrirlesturinn bara, vá, þetta er eitthvað sem við höfum mikinn áhuga á, bara ertu til að koma og kynna þetta betur á okkar stöð og það er bara dásamlegt að finna, þú veist, að það er hljómgrunni fyrir þessu og þetta er mikilvægt. Og maður finnur bara fólk er tilbúið að byggja upp ný viðhorf og menningu. Og það sem ég laði áherslu á í gær var að við stéttina sem erum að vinna á gólfinu, læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, allir bara fagaðilar
sem hluti af stýrihópunum í innleiðingunni. Vegna þess að við höfum innsýnina í álagið og við höfum innsýnina í hverju þarf að breyta. Akkurat. Þannig að ég svona reyndi að koma þeim skilabóðum bara að stíga inn í það. Já. Og svo með mannustjórn. Þú veist, það er svo gaman að vera bara saman að þróa heilsueflingu. Ég held sko bara eins og til dæmis þátturinn sem að var síðast, það voru akkurat að tala hvað það þurfa að vera samfélagslegar breytingar til þess að sé eitthvað hægt að breyta. Þó að ég breyti einhverju hjá mér, þá stundum dugur það ekki til ef að menningin er þannig. Og hvað kulnun er algeng á Íslandi og mér var svolítið skemmtilega sem þær voru að segja að sem sagt, það er svo stutt síðan, það er kannski bara 100 ár síðan að allir voru þurfti að harka. Það var svo mikið harka á Íslandi, þeir byggu bara, þú veist, kannski í torfkofum og þurfti að hætta í skóla til þess að fara að vinna, bara mjög ungir. Já. Og þannig að það var svo mikið dygð að vera duglegur og þetta býr ennþá í okkur. Og þess vegna er kannski þetta svona sérstaklega slæmt á Íslandi í svona litlum samfélögum að fólk er svo mikið að vinna yfir sig, að því það er alltaf bara að vera að hrósa manni fyrir að vera duglegur. Já. Ég tek mjög undir þetta og ég sé þetta svo mikið líka hjá mínum skjólstæðingum sem að koma og ég er að veikindaskrifa út af álagi, að fólk á svo rosalega oft erfitt með að meðtaka og samþykja að það sé tími til að slaka á. Akkurat. Það kemur skömm. Já, það kemur skömm. Og svo er annað því tengdu að kalla það veikindaleyfi er eitt, en ég er hlintar því að kalla það uppbyggingaleyfi. Já, skemmtilegt. Og ég segi það oft við fólki sem er hjá mér bara, núna þarf þú aðeins að stiga tilbaka, hlúa þér og fara í uppbyggingu. Já, einmitt. Því það er svona valdeflandi. Það er það. Þannig að fólk treystir sér meira til að fara í sund, hreyfa sig, út í göngutúra, láta sjá sig. Svo fólk er svo hrætt að láta sjá sig ef það er veikindaleyfi. Já. Þannig við þurfum eitthvað aðeins að endurskoða, finnst mér, þetta heiti. Já. Finnst þér mjög algengt að fólk er að fara í veikindaleyfi út af vinnuálagi? Já, mér finnst það vera samt yfirleitt samblanda. Já. Það er lífið. Mér finnst alveg algengt að fólk komi bara því að það höndlar ekki lífið. Já. Það flæðir allt yfir allstar og það er alltaf sambland yfirleitt, sko. Það er vinnan og það eru börnin og heimilið og það er, þú veist, að rækta vinni og allt þetta. Og svo, það má svo lítið út að bregðu það. Það verður kannski erfiðleikar í hjónabandi eða fráfall í fjölskyldu. Þá eigum við ekki umfram orku til að takast á við það sem telst samt vera eðlileg hluta lífinu. Að þá er bara búið að flæða yfir og þá steypist fólk. Þú talaður fyrirbyggjandi læknisfræði. Hver er skilgreiningin á fyrirbyggjandi læknisfræði? Er það þá að vinna með bara allt, já, eða þú kannski útskýrið það? Já, fyrirbyggjandi læknisfræði er líkt og forvarnir og líðhelsa og þess vegna finnst mér ég alltaf dragast meira og meira nær því svona að tala við fjöldan, þú veist bara einmitt samfélagslegu breytingarnar. Af því ef við náum því og setjum meira þunga og fjármagn þar, að þá erum við að fyrirbyggja allt þetta, þú veist, sem við erum að tala um. Akkurat. Því að ég hef heyrt á nokkrum stöðum töluna 80%, að 80% af fjármagni fer í sjúkdómana. En sem sagt, hvað heitir það? Já, ekki fyrirbygginguna. Einmitt. Þannig að hugsaður ef við myndum geta snúið þessu við og verja 80% af fjármagninu í fyrirbygginguna, þá þið miklu minnum lífstilsjúkdóma. Það er nefnilega málið. Og ég held að við höfum svo mikil tækifæri hér á Íslandi. Þú veist, við erum svo lítið þjóð að það þarf hugafarsbreytingu, það þarf samfélagsbreytingu, það þarf stjórnmálumanna og þeirra sem að ráða með fjármagnið og svo þarf eldmóðin og drifkraftinn. Fólk eins og þig og Ólaf Þór. Og Ólaf Þór. Og það er svo skemmtilegt að einhvern veginn er þetta þróast þannig að ég er farin í svo mikið samtal við þau hjá embættinu þetta tól sem þau eru að þróa og ég sé fram á bara svo skemmtilegt verandi læknir og vera að koma inn í það. Ég bara, ok, það getur vaxið eitthvað,
mjög spennt fyrir því. En hvernig kom það til að þú fórst í samstarfi eða spjalla svona mikið við Ólaf? Já, það nefnilega, já. Þegar þessi hugmynd okkar kom að innlega heilsueflandi vinnustað, þá var mér hugsað til hans, af því að hann bara þekktur, þú veist, Ólafur Þór Geðlæknir bara þekktur í okkar stétt fyrir að sína vinnu í fyrirbyggjandi, í forvörnum, talar mikið streitu og kulnun. Og mér langaði bara svona að fá hans álit á þessu. Af því að við vorum svolítið að vaða blint í sjóinn og bara erum við réttri leið, þetta góð hugmynd? Og hann kemur oft norður og ég vissi af því. Þannig að ég sendi honum tölvupóst. Bara sæll Ólafur, kynnti mig og baði hann að hitta mig á kaffihúsi. Og hann bara, já, ég til í það og við hittumst að bláu könnunni. Fengum okkur kaffibolla og ég hafði sko aldrei talað við manni. Þetta var mjög skemmtilegt sko og já, og þá fór ég að tala þessa framtíðarsýn mína að allt heilbrigðisstarfsfólk væri heilbrigt og hamingjusamt og hvort við getum búið til heim þar sem að fólk getur stundað jóga í vinnunni, fara í göngutúra, hugleiði aðeins á milli sjúklinga, hafi svona meiri áherslu á eigin heilsu. Og rými til þess. Og rými og það sem að starfsumhverfið ítir undir það og styður eins og þú ert að segja. Ég get ekki upp á mitt einstæmi ákveðið að sinna minni heilsu ef ég fæ hortnauga frá öðrum. Þannig að ég talaði þarna og bara þvílíkar handarhreyfingar og bara áhersla á orð mín og bara þetta svo mikilvægt Ólafur og ég held við verðum að gera þetta og hann horfði á mig bara af athygli og algjör þögn á meðan og svo bara, já, þú þarft að keyra á þetta. Þú bara keyrir, ég með þér, ég bakka þig upp og bara þú gerir þetta. Ekki spurning. Og það var svona, ok, þú veist, ég ekki út á túnni. Þú veist, og þetta var einhvern veginn svona akkeri sem ég þurfti til þess að vera bara, ok, ég held að ég verð bara að halda áfram. Þú veist, og svo í framhald af þessu, þá heyrir hann í mér og biður mig að tala þetta á málstofunni í gær. Þannig að það líka að byggjast upp eitthvað samstarf í okkur sem við þekjum mjög væntum að því að hann bara reyndasti maður Íslands í streitu og þekkir þetta inn og út og hvað þarf að gera til að fyrirbyggja. Og við finnum það líka á öllum læknunum sem vorum hann í gær, yfir 100 manns, að það samhugur að þetta sé mikilvægt, það áhugi fyrir þessu og að breytingin þurfa að koma frá okkur, heilbrigðisstéttunum öllum. Hvað sér þú fyrir er hægt að gera? Þetta, ég hef svo sterka trú að því að heilsueflandi vinnustaður sé framtíðarlausnin. Þetta bara, þetta mun gera heilbrigðiskerfið að aðlandi vinnustað. Það mun draga sérfræðinga utan heim til Íslands og nýja lækna, það mun draga fólki í læknanám og í heilbrigðisnám almennt og tilfinningin að vita þú ert að velja þér starfsvettvang þar sem verður hugsað þína heilsu, þar sem hún skiptir máli. Að ég held að þetta sé framtíðin og verðum að horfa á lausnirnar sem eru komnar og nota þær. Því vinnu álag augljóslega mikið því að það skortur á læknum og hjúkrunarfræðingum og öllu. Já. En hvernig þetta að leysa það í millitíðinni? Á meðan það ennþá skortur, þá svolítið erfitt að brúa bilið. Já, og ég held að það muni taka tíma. Þannig við erum svolítið núna, ég upplýði eftir málstofunni í gær að það var svona mikilvæg varð á leiðinni, við erum á einhverju vegferð og sem mun taka tíma, en hún að byrja. Og ég held að þetta muni og talandi það, við spurðum læknanemana sem voru hjá okkur. Við lögðum fyrir þau könnun, gætirðu hugsaðir að koma og vinna aftur á hag í framtíðinni. Og það voru 11 sem svöruðu, allir sögðu já. Ég fæ ekki að segja, en gaman. Og við spurðum líka, myndirðu mæla með hag sem vinnustað fyrir kollega og vini? Allir sögðu já. Hugsa eitthvað skiptir miklu máli. Starfsánægja náttúrulega bara 1, 2, 3 og veljiðan í vinnunni.
veljan í vinnu er bara aðalmálið og þá sjáum við strax þarna að þetta eru 11 einstaklingar sem svara, þetta eru 9 ferskir læknar sem eru bara flestir búin að sækja aftur næsta sumar. Þannig að breytingin er hafin, þú veist, það kemur. Einmitt. Þannig að núna þurfu bæði fleiri heilbrigðisstofnanir og bara aðra stofnar á landinu, bara öll fyrirtæki, eins og þú veist að segja, ef einhverju stjórnendur eru að hlusta, það er bara stórt og flott tækifæri. Já, risa. Og það sem er skemmtilegt við þetta, að við erum í leiðinni að gera hálfpartinn rannsókn á þessu. Þú veist að af því þetta er hluta mínu sérnámi. Já. Þannig við lögðum... Þú fylgist vel með. Já, við fylgjumst vel með og við lögðum fyrir starfsfólk streitustega virk fyrir innleiðingu og ætlum svo að taka það út aftur eftir 2 ár. Þannig að þú veist, það er líka svona svona skemmtilegt tvist á þetta. En það er svona magnað að finna samt svona þessa ástríðu og köllun eins og Ólafur talar um. Já. Að því ég veit ekki almennilega þú veist hvaðan hún kemur. Þetta er bara eitthvað innsæi. Eins og þú talar um með podcastið, bara, þú ert bara alltaf innsæið. Og það er bara þú veist, að finna að ég held að þetta sé lausnin og bara tala um það. Já. Og sjá hvað gerist og það er svo gott að finna strax bara hlustun og meðbyr og bara já, ok, þú veist, við verðum að halda áfram og finna líka einstaklingarna sem eru eins og við, þú sem höfum áhuga á sig. Bara hópast saman og gera þetta saman. Ég kalla okkur jáhrifavalda. Já, til í það. Já. En sko, mér finnst mjög áhugavert þetta, sko, köllun og kulnun. Af því að ég hef oft rætt það að það er svo auðvelt að klessa vegg þegar það er gaman, af því að þá gleymir maður sér. Veist, það er bara því miður. Ég klesta vegg fyrir nokkrum árum og ég sá það ekki. Það gerðist bara. En það er að því að það var svo gaman að ég vildi ekki leggja neina bolta fram. Og svo kom eitthvað álag í lífinu sem eins og þú segir, undir eðlilegum kringumstæðum hefði ekki verið neitt mál, en á þessum tímapunkti þá var bara glasið orðið fullt og það flæddi yfir. Já. Þannig að ég tengi svo við þetta, köllun og þessi skólunum. Já, það er svo fín lína á milli. En talaðan hvað er hægt að gera þá? Er það bara að nota þessi tól og vera meðvitaður? Já, ég held að meðvitund sé fyrst og fremst mjög mikilvæg og umræðan. Þú veist, að við séum að tala um þetta og passa hvort annað ef maður sér einhvern í kringum sig vera bara, heyrðu, aðeins að pikka í viðkomandi og bara hæ. Akkurat, það er nefnilega líka. Og að, sko, ég hef svolítið kynnt mér þetta sem heitir slow living. Þessi svona, ekki íslensku þýðinguna, bara einmitt þessi hælæti. Og ég heitlast svo að þessu, af því að sérstaklega í dag, þeir erum svo alltaf í hraðanum. Og ég sé það hérna að koma í umferðina hér og vá hvað hann hefur breyst á bara síðustu 5 árum. Já, ekki mun frá Akureyri hinga. Jú, og maður finnur svona tempóið er svolítið, þannig að ef við sem samfélag myndum bara svona aðeins fara að draga tilbaka og fara að finna meira það sem skiptir máli, minni áherslu að vera alltaf þætti og bara, þú veist, fara út í skó og faðma tré og tengjast náttúrunni. Það er samt alltaf hægara sagt en gert að breyta, þú veist, en ef að hver og einn sem er að hlusta tekur aðeins til sín að hæja pína á sér, en svo er því miður bara kröfur frá vinnustöðum. Já. Ég veit mjög marga í kringum mig sem vinna allt og mikið og auðvitað kannski þurfum við sjálfa að setja okkur mörk, en stundum er það kannski vinnustæðar sem ætti líka aðeins að... Já, ég held það. Og þá komum við aftur á menningunni. Vinnustæð menningunni sem verður að breytast og ég veist bara allir vinnustæðir ætti að hafa það motto að hér á öllum að líða vel. Það sé fyrsta. Númer 2 er, þú veist, þá getum við fyrst fara að tala um afköst í vinnu og þetta hangir saman því að fólk sem er hamingjusamt í vinnunni, það skila meiri afköstum. Það skila betri þjónustu. Við verðum betri læknar af því við höfum meiri orku til að hlusta og hjálpa. Akkurat. Einmitt, já.
Þetta geggja verkefni. En hvað heilsa fyrir þér? Ég spyr alla sem koma til mín að þessari spurningu. Það alltaf svo gaman að fá mismunandi svör. Heilsa fyrir mér ég sé alltaf svona heildrænt. Bara fyrsta lagi líkamleg heilsa og svo andleg og eitthvað svona ró í hjartanu. Mér finnst það að vera svona góðum stað andlega til þess að þetta geta gefið af sér og þá sé maður með góða heilsu. Veist. Hvernig hugsar þú þína heilsu? Ég leita rosalega mikið í jóga. Ég með alltaf jógadín í stofunni sem ég rúla út þegar ég þarf aðeins bara hvíld og teygjur og hef stundað mikið jóga og hugleiðslu. Og ég fór hef oft farið í svona hugleiðslu hringi, þú veist það sem að fer svona í eins og kakó eða eitthvað þannig en ekki endilega heldur bara þessi íhugun. Mér finnst það svo gott og geta þá deilt líka með hópi, þú veist hvað maður að upplifa og eitthvað svona. Þannig að ég gerir það mikið og fer út líka. Náttúruna. Hún heilandi. Já, hún þegar maður leyfir sér að bara staldra við og horfa, þá það svo heilandi. Þannig að, já, það svona hvernig ég hlúa mér og samt félagsleg næring mjög mikilvæg fyrir mig. Ég leita rosalega mikið í það, í vinkonur og vini og kollega, þú veist, ég bara tala við alla og mér finnst það svo gaman. Æ, dásamlegt. En eitthvað sem ég að gleyma að spyrja út í þetta sem að fór fram hjá þér á læknadögum, eða eitthvað sem þú heyrðir á læknadögum sem að þér fannst sittur eftir og kannski vilt deila líka? Já, svona bara í heildina þessi vinnustofa skildi eftir sig eitthvað svona gott í hjartanu og við fundum það held í öll og við sem vorum fyrirlesarar tölum það eftir á bara, vá, þetta fór einhvern flaug, þú veist. Þannig að ég held að það setji eftir og allt sem að Ólafur var að segja, þú veist, með köllun og kulnun og þannig að, já, ég held að við höfum náð að taka þetta rosalega vel saman í þessari stund og núna það bara eins og pappi sagði við mig í gær ég var að segja hann frá þessu öllu og hann sagði, vá, þetta bara eins og einu varða í vegferðinni. Því ég hugsa alltaf, ok, ég ætla að halda hana fyrirlestur og var ekkert búin að ímynda mér neitt meira, bara nú ég búin, þú veist, en nei, þetta bara upphafið. Ég ekkert búin, þetta bara að byrja. Einmitt. En svo náttúrulega þarf maður líka að passa sig þegar maður brennur fyrir einhver eins og þú, að það verði ekki ómikið álag og þannig að fá fleiri með þér í lið í þetta verkefni. Sem strax farið að hrannast inn, þú veist, áhugi finn það og hjá mínum vinum sem eru hér að vinna á heilsugæslunni, þú veist, að við erum bara svo spennt að gera þetta saman og finna hvort annað og byggja svona heilsueflandi bara stýrihópa þannig að við getum sem heilbrigðisstofnanir deilt hugmyndum og þurfum ekki öll að finna upp hjólið á hverjum stað. Það svo mikilvægt, já. En það getur það bara verið einhver svona gagnagrunnur inn í þessu heilsueflandi.is. Já. Eitthvað svona sem að, og eitthvað svona samfélag sem við getum bara stofnað og tala saman og þannig staði vörðum okkar heilsu. Því að hver betri en heilbrigðisstarfsfólk til að sjá það. Mér fannst svo sláandi þegar þú varst að segja áðan, það væri pínu kaldhæðnislegt. Hvað oft heilbrigðisstarfsmenn hafa verið óheilbrigðir? Rosalega. Og ég held að með þessu, með heilsueflandi vinnustað, að þegar allt heilbrigðiskerfið orðið heilsueflandi fyrir starfsfólk, þá verður við orðin sterkari og heilbrigðari og þá verður þjóðin það líka. Ég full að trúa því. Það ekki ekki. Ég held við sláum bara botni í þetta, það ekki? Jú, bara takk hella fyrir, þetta búið að vera yndisleg stund og ég bara, þið með endilega hafa samband við mig, þeir sem eru að hlusta eða það hafa áhuga. Hvar finnaðu þið? Bara Hilda Hrönn Guðmundsdóttir á Facebook og svo netfang Hilda Guðmunds @gmail. Ok,
einmitt, nú fyrir kannski að flæðin hugmyndum eða ef einhver vil taka, þú þá kannski bara vísa þeim einmitt áfram hvert að leita og svona, bara gegja. Og svo finnum við einhvern sem hannar fána fyrir heilsueflandi vinnustæð sem þið geta flagga. Við þurfum grafískan hönnuð. Við þekkjum nú einn. Heldur betur. Æðislegt, bara takk fyrir að gefa þið tíma í stuttuferðinni hérna og gangið alveg svakalega vel með þetta. Ég hlakka svo mikið til að fylgjast með þessu fræjum sem þú ert núna búin að sá. Ég hlakka svo til með að sjá þau blómstra og mér finnst svo gaman að fá fólk kannski bara aftur eftir árið eitthvað að sjá hvernig þetta hefur gengið. Bara takk fyrir, gaman að koma. Bara eftir árið. Jú. Æðislegt, takk fyrir. Bye. Og svona í blálokkin þá langar mig að þakka þér fyrir að hlusta. Takk fyrir að gefa þið tíma til þess að auka heilsulæsið þitt. Af því að það akkurat það sem þú ert að gera með því að hlusta á hlaðvarpið með lífið í lúkurum. Þú ert að fá alls konar upplýsingar til þess að bera ábyrgð á og bæta eigin heilsu. En ef þú eða fyrirtækið þitt hefur áhuga á fyrirlestrum þá held ég slíka og þið getið bara haft samband á erla@heilsuerla.is. Og svo vona ég að allir sem að hlusta séu að fylgja Heilsuerla á Instagram.